Góðan daginn öllsumul og velkomin á þennan kynningarfund Haga og kæra þakki fyrir að gefa ykkur tíma til að vera með okkur hérna í morgunsárið. En Hagar birtu í gær niðurstöðu fyrir rekstrarárið sem var frá 1. mars 2019 til febrúarloka 2020 og ég ætla nú að fara yfir helstu niðurstöður uppgjörsins. En hagnaður tímabilsins eða ársins eftir skatta nam 3.054 milljónum króna eða 2,6% af sölutekjum félagsins. Hagnaður á hlut var 2,54 krónur. Vörusalan nam 116.354 milljónum. EBITDA félagsins fyrirgefiði framlegð tímabilsins, hún var 22,2%. Nú EBITDA félagsins var 8.890 milljónir króna. Heildar eignir í lok tímabilsins voru 62.708 milljónir. Handbært fé í lok tímabilsins var 2.232 milljónir. Nú eigið fé var 24.587 milljónir og eigin fjárhlutfallið 39,2%. En afkoman var innan þeirra spár sem við vorum búin að gefa út fyrir árið. Nú ef ég fer yfir rekstrarreikninginn að þá var eins og áður sagði vörusala á árinu 116.357 milljónir. Hún var 84,1 milljarður árið á undan, þannig að það er 38,2% veltu aukning á milli ára sem að skýrist að stæðstum hluta af tilkomu Olís inn í okkar samstæðu en síðan var sölu aukning þar fyrir utan umfram verðlag. Framleiðin var 25.806 milljónir og framleiða hlutfallið 22,2% sem er lægra heldur en árið á undan þar sem það var 23,8%. Við vorum með aðrar rekstratekjur upp á 484 milljónir, laun og launatengd gjöld upp á 12.087 milljónir eða 10,4% af sölutekjum. Við erum með annar rekstrakostnað upp á 5.313 milljónir eða 4,6% af sölutekjum. EBITDA félagsins var 8.890 milljónir eða 7,6% af sölutekjum. Hér þarf að hafa í huga að það er ekki samanburðarhæfar tölur á milli ára. Þar sem að tekin var upp nýr leigustaðall IFRS 16 sem hefur áhrif til hækkunar á EBITu. Á síðasta ári var EBITan 5,3% og ef við tækjum áhrif staðalsins út úr síðasta rekstrarári þá værum við að fara í 5,7% EBITu en ekki 7,6%. Þannig að það mun skýrast betur og eftir aðeins hvað áhrif þessi leigustaðall er að hafa bæði á rekstur og efnahag. Afskriftir á árinu voru 3.927 milljónir, hrein fjármagnsgjöld 1.327 milljónir og við vorum með áhrif hlutdeildarfélaga upp á 139 milljónir, hagnað fyrir tekjuskatt upp á 3.775 milljónir, reiknaði tekjuskatt upp á 721 milljón, þannig að hagnaður eftir skatta er 3.054 milljónir. Nú, starfsþáttayfirlitið sýnir okkur að við erum með vörusölu verslana og vöruhúsa upp á 80.393 milljónir og EBITDA þess starfsþáttar var 4.820 milljónir. Að sama skapi þá voru sölutekjur Olís 36.847 milljónir og EBITDA Olís 1832 milljónir. En síðan koma fram áhrif leigustaðarsins IFRS 16 sem er til hækkunar á EBITu upp á 2.238 milljónir. Ef við horfum á breytinguna á milli ára á EBITinu að þá vorum við á síðasta ári með 4.490 milljónir í EBITu. Bætt afkoma verslana og vöruhúsa er 527 milljónir. Áhrif Olís eru 1.635 milljónir og síðan eru áhrif nýja leigustaðalsins
2.238 milljónir, þannig að EBITDAn endar í 8.890 milljónum. Nú söluaukningin mikil úr 84,1 milljarði í 116,3 milljarða sem eins og áður sagði að stærstum hluta með tilkomu Olís inn í okkar samstæðu. EBITDA hlutfallið fer úr 5,3 í 7,6 en ég vek aftur athygli á því að þetta ekki samanburðarhæfa tölur, samanburðarhæf tala án leigustaðals væri 5,7% EBITDA fyrir síðasta rekstrarár. Nú framlegðin hjá okkur var lægri heldur en hefur verið í sögulegu samhengi. Það var mikil samkeppni bæði á olíu- og bensínmarkaði og ekki síður á dagvörumarkaði, þannig að það var framleiðin gaf eftir og ljóst að kostnaðarverðshækkanir sem að félagið fékk á sig að þeim var ekki skilað út í vöruverði og því ljóst að viðskiptavinir félagsins að þeir nutu betri kjara í formi lægri álagningar á síðasta rekstrarári. Kostnaðarhlutföllin, þar erum við með launahlutfallið, það fer úr 10,9% á síðasta ári í 10,4%. Annar rekstrakostnaður hann fer úr 7,9 í 4,6%. Að sama skapi þá erum við að horfa á að þetta ekki samanburðarhæfar tölur út af leigustaðlinum. Kostnaðarhlutfallið á þar síðasta ári var 18,8%, samanburðarhæft hlutfall á síðasta rekstrarári 16,9%, þannig að við erum að fara niður 1,9% í kostnaðarhlutfalli á milli ára í samanburðarhæfum tölum, en kostnaðarhlutfallið eins og það lítur út fyrirgefið núna 15% með þessum nýja staðli. Nú fjöldi verslana sem við vorum með í rekstri í lok rekstrarársins eru 3 sérvöruverslanir og 2 apótek. Það voru 42 óbjörnstöðvar, 28 þjónustustöðvar Olís og síðan 40 dagvöruverslanir. Nú ef ég fer þá næst í efnahagsreikningin, að sama skapi þá hinn nýji leigustaðall EFRS 16 að hafa mikil áhrif á efnahagsreikningin, þar sem við erum komin með leigueign og leiguskuld vegna okkar leigusamninga. Fastafjármunir voru í lok rekstrarársins 47.554 milljónir. Þar af leigueign upp á 9,4 milljarða. Við erum með veltufjármuni upp á 15.154 milljónir, þannig að eignir samtals eru 62.708 milljónir. Við erum með eigið fé upp á 24.587 milljónir, langtímaskuldir upp á 22.362 milljónir og þar leigu skuldbytting upp á 10,2 milljarða tæpa. Við erum með vaxtaberandi skuldir upp á 442 milljónir, skuldir við lánastofnanir upp á 1273 milljónir og aðra skammtímaskuldir upp á 14.045 milljónir, þannig að skuldir samtals eru 38.122 milljónir og eigið fé og skuldir samtals upp á 62,7 milljarða. Nú sjóðstreymi félagsins, ef ég fer yfir það, þá var handbært fé frá rekstri 9.828 milljónir. Við vorum með fjárfestingarhreyfingar upp á 5.221 milljón, fjármögnunarhreyfingar upp á 3.111 milljónir, þannig að við vorum með hækkun á handbæru fé upp á 1.496 milljónir. Handbært fé í upphafi rekstrarársins var 736 milljónir og í lok ársins 2.232 milljónir. Og ef ég fer stutt yfir þetta myndrænt, þá í upphafi 736 milljónir. Við erum með handbært fé frá rekstri upp á 9.828 milljónir, fjárfestingarhreyfingar upp á 5.221 milljón og þar eru fasteignakaup sem voru umfram áætlanir. Síðan erum við með fjármögnunarhreyfingar upp á 3.111 milljónir. Þar af arðgreiðsla síðastliðið sumar upp á 1.159 milljónir og kaup á eigin bréfum upp á 1.030 milljónir.
Þannig við erum með tæpa 2,2 milljarða í þessi 2 verkefni á síðasta rekstrarári. Þannig að handbært fé í lok rekstrarársins 2.232 milljónir. Eigið fé félagsins var í upphafi rekstrarársins 24.279 milljónir. Áhrif af innleiðingu á leigustaðlinum eru færsla til lækkunar á eigin fé upp á 559 milljónir í upphafi innleiðingarinnar. Við erum með kaup á eigin bréfum upp á 1.030 milljónir. Við erum með hagnað ársins upp á 3.054 milljónir og arðgreiðslu síðastliðið sumar upp á 1.159 milljónir. Þannig eigið fé í lok rekstrarársins 24.587 milljónir. Nú, eiginfjárhlutfallið að lækka aftur vegna þess að leigustaðallinn að stækka efnahagsreikning félagsins og hefur þess vegna áhrif á eiginfjárhlutfallið. Og eiginfjárhlutfallið fer úr 47,7% frá rekstrarárinu 2018-19 í 39,2% í lok síðasta rekstrarárs. Nú, félagið var endurfjármagnað á síðasta ári og það var mjög vel heppnað skuldabréfaútboð sem að tryggði þá endurfjármögnun í síðastliðið haust. Það var ánægjulegt að það var mikil umfram eftirspurn eftir skuldabréfum Haga og það voru gefnir út 2 flokkar, annars vegar verðtryggður flokkur og hins vegar óverðtryggður flokkur, samtals að upp að 8 milljarða króna. 5,5 milljarður var verðtryggður með föstum 2,8% vöxtum. Annar flokkur 2,5 milljarður óverðtryggður með 4,65% föstum vöxtum og báðir þessir flokkar hafa verið teknir til viðskipta í Kauphöllinni. Auk þess þá var tryggð fjármögnun í formi lánalína að upphæð 6 milljarðar króna, þar sem að ræða 4,5 milljarður í íslenskum krónum og síðan 12,5 milljón bandaríkjadala sem var í lok rekstrarársins tæpir 1,6 milljarðar króna. Samsetning skuldafélagsins í lok rekstrarársins því þannig að við erum með skuldabréfaflokkinn verðtryggða, þar sem staðan 5.453 milljónir. Við erum með óverðtryggða flokkinn, þar sem staðan 2,5 milljarður. Við erum með önnur óverðtryggð lán upp á 4.671 milljón og síðan var dregið á bandaríkjadalslínuna upp á 1.273 milljónir. Síðan eru ónýttar heimildir í lánalínum upp á 4.809 milljónir. Þannig að staða félagsins við lok rekstrarársins með lán og ónýttar heimildir upp á 18.706 milljónir króna. Nú, nettó vaxtabærandi skuldir félagsins í lok rekstrarársins voru 11.665 milljónir og það lækka á milli ára. Markfeldið á EBITDA félagsins í nettó vaxtabærandi skuldum 1,3. Nú, ef ég fer síðan yfir helstu verkefni okkar á síðasta ári, þá var unnið að samrunaverkefnum allt árið. Stærstu samlegðarverkefni þau tengdust skipulagsbreytingum og húsnæðismálum. Vöruhúsamál, eins og ég hef áður sagt, voru stærsta verkefni sem við réðumst í. Það var síðan unnið að bættum innkaupum bæði á vörum og þjónustu. Og síðan var stórt verkefni sem var flutningur og samhæfing á skrifstofum Ólís og Hagkaups sem voru fluttar inn í Skútuvog 5 sem okkar eigið húsnæði. Árlegur sparnaður í húsnæðiskostnaði vegna þess verkefnis eins og sér 140 til 150 milljónir króna á ári. Og síðan kemur fram í reikningum að það eru færri stöðugildi í félaginu, þannig að við höfum náð þeim samlega markmiðum sem að við höfum sett okkur og höfum birt að var okkar markmið, meðal annars með sameiningu stoðdeilda og hagræðingu í rekstri á ýmsum sviðum. Nú, stórt verkefni sem við höfum verið með bygging á nýju kæli- og frystivöruhúsi sem við Korngarða. Stærð þess 4.440 fermetrar.
Það verður tekið í notkun í nóvember á þessu ári og þar sjáum við fram á hagræðingu bæði í vöruhúsastarfsemi félagsins og einnig í vörudreifingu. Við erum með skuldbindingu í húsnæði sem rennur út í lok þessa rekstrarárs og þegar að þeirri skuldbindingu lýkur þá verður sparnaðurinn af þessum tilfærslum 50 milljónir króna á ári frá og með upphafi næsta rekstrarárs. Nú vöruhúsastarfsemin hún hefur líka verið einfölduð, aðföng hefur tekið yfir alla vöruhúsastarfsemi Olís, auk þess hefur sérvörulager hýsingar verið settur undir aðföng og ferskar kjötvörur eru núna orðin hluti af aðföngum, þannig við höfum náð að hagræða í vöruhúsastarfseminni og erum þar með mjög sterka einingu sem að sér þjónustu við verslanirnar. Nú við erum mjög ánægð með árangur og rekstur Bónus og ég heyri stundum að Bónus sé að gefa eftir í einhverju baráttu. Tölurnar sem ég horfi á segja allt aðra sögu. Bónus sigurvegarinn á þessu markaði og að bæta við sig. Fyrir rúmu ári þá voru seldar 3 bónusverslanir í samræmi við sátt við Samkeppniseftirlitið. Frá þeim tíma að þá hefur Bónus opnað 2 nýjar verslanir. Söluaukningin í Bónus á tímabilinu janúar til mars á þessu ári 12% þrátt fyrir það að Bónus sé að reka færri verslanir á þessu ári heldur en á síðasta ári. Við erum að horfa á það að í færri verslunum erum við með fleiri viðskiptavini. Við erum með langódýrasta valkost fyrir íslenska neytendur. Við erum að bjóða sama verð land allt og Bónus fékk umhverfisverðlaun Terra núna á þessu ári. Enda hefur Bónus verið leiðandi í umhverfismálum mjög langt skeið. Nú, það eru nýjar tekjueiningar innan Olís. Á síðasta rekstrarári var opnuð ný stöð í Varmahlíð og þar var líka miðstöðin endurnýjuð. Ný óbístöð var opnuð í Vík í Mýrdal í september á síðasta ári og ný óbístöð var opnuð við Sjafnargötu nú í febrúar. En bæði stöðin í Vík í Mýrdal og eins við Sjafnargötu og Akureyri eru mjög vel staðsettar og eru gerðar til þess að geta sinnt stórum bílum, bæði flutningabílum og rútum og við bindum miklar vonir við þessar 2 nýju einingar að þessu leyti. Nú, við höfum verið með innleiðingu á sjálfsafgreiðslulausnum og sú vinna hún hefur gengið vonum framar. Við höfum lokið innleiðingu í 14 bónusverslunum og 7 hagkaupsverslunum eða samtals í 21 verslun. Eina hagkaupsverslunin sem eftir Hagkaup á Eiðistorgi og þar verður innleiðing á þessu rekstrarári. Auk þess eru 7 aðrar verslanir sem bíða í Bónus og verða kláraðar á þessu rekstrarári. Með þessu þá erum við að ná fram auknum afköstum á álagstímum. Við erum að sjá aukna hagkvæmni í rekstri verslananna. Við erum að horfa á minni raðir og fljótvirkari afgreiðslu fyrir okkar viðskiptavini. Þetta sýnir sig líka að við erum með mikla ánægju viðskiptavina með þessar lausnir og það sýnir sig líka í því að það mjög hátt hlutfall af afgreiðslum á hverjum degi í þessum verslunum sem fer í gegnum þessa kassa. Og við erum að horfa á mismunandi á milli verslanareindar, allt frá 35% og vel yfir 60% á góðum degi þar sem þetta mest notað. Nú, það eru komnar nýjar fasteignir í eignasafn félagsins. Eiðistorg á Seltjarnarnesi, þar sem Hagkaup meðal annars til húsa og samtals 4.211 fermetrar. Kom inn í eignasafn félagsins núna á 4. ársfjórðungi. Að sama skapi Bjarkarholt í Mosfellsbæ þar sem að Bónus nú til húsa, flutti síðastliðið haust. Samtals 1660 fermetrar sem kom inn á 4. ársfjórðungi. Nú verslunarhúsnæði Hagkaups á Akureyri sem 2173 fermetrar. Það var gerður kaupsamningur það núna í maí, þannig að sú eign kemur inn í eignasafnið á öðrum ársfjórðungi á þessu rekstrarári. Nú auk þess þá byggingin sem ég ræddi áðan, henni mun ljúka
í nóvember og vera tekin í notkun í nóvember á þessu ári. Hún er samtals 4.440 fermetrar. Nú allar framangreindar eignir þær eru óveðsettar en ég held að þær henti mjög vel til þess að stækka skuldabréfaflokkinn sem að við gáfum út á síðasta ári og það er þá ákvörðun á þessu ári líklega hvort að það verður nýtt. Nú Reykjavíkur apótek var hluti af samstæðunni frá og með september 2019. Við opnuðum nýtt Reykjavíkur apótek í Skeifunni núna í febrúar og þar er frekari uppbygging framundan. Og hér er mynd frá Reykjavíkur apóteki í Skeifunni og ég hveti ykkur til að líta þessa verslun eigin augum og upplifa frábæra þjónustu sem þar er að finna. Nú Mjöll Frigg var hluti af samstæðunni í janúar. Þessi kaup voru mikilvægur þáttur í endurskipulagningu á vöruhúsastarfsemi félagsins, meðal annars vegna þess að innan Ólís er átöppun og íblöndun sem á ekki heima innan vörur aðfanga. Þannig að sú starfsemi er komin til Mjallar Friggjar og það hefur gengið vel. Að sama skapi er rétt að nefna það að það hefur verið mikil söluaukning í vörum frá Mjöll Frigg vegna COVID-faraldursins og það þarf ekki frekari skýringa við, tel ég. Nú Hagkaup opnaði netverslun aftur núna í því ástandi sem að við erum búin að upplifa. Hagkaup upphaflega setti á stofn netverslun á síðustu öld og hefur rekið netverslun með hléum frá þeim tíma. Þetta er fyrsta skrefið hjá Hagkaup, alveg ljóst að það eru tækifæri í öðrum vöruflokkum. Fyrsta skrefið er með dagvöruna og það var mikil eftirspurn fyrir páska og þegar að COVID ástandið var sem verst. En við sjáum það líka að eftir að fólk er meira á ferðinni að þá kemur það meira í búðina og það slaknar á þessari eftirspurn sem að hefur verið í netverslunni. En enga síður að þá hefur þetta verkefni gengið vel og Hagkaup er komið á stað og þetta er fyrsta skrefið, eins og ég segi, það eru fleiri vöruflokkar sem bíða handa við hornið sem eru mjög spennandi að takast á við. Þá er rétt að minnast þess að Hagkaup var 60 ára á síðasta ári, þannig að það var afmælisár 2019 og hægt að segja það að það voru mjög margir jákvæðir þættir í rekstri Hagkaups sem áttu sér stað á síðasta rekstrarári. Nú netverslun Útilífs hóf líka rekstur á síðasta rekstrarári. Sú verslun hefur farið vel á stað og að sama skapi að þá hafði COVID jákvæð áhrif á netverslun Útilífs. Fleiri viðskiptavinir prófa og þetta verður partur af verslunarmynstrinu og ljóst að þessi verslun hún á bjarta framtíð. Nú sala félagsins á áfengi hefur gengið mjög vel. Hún hefur vaxið jafnt og þétt undanfarin misseri. En aðföng þau stýra þessu verkefni í gegnum Vínföng. Við áætlum að salan á núverandi rekstrarári á áfengi sé 750 milljónir króna og við erum með 113 tegundir í vöruvali hjá ÁTVR í dag. Stefnan hefur verið að vera með hagstæð verð, góða vöru á góðu verði og það hefur skilað sér. Aðföng eru til að mynda 50 stærsti söluaðilinn í bjór af 44 söluaðilum og samaskapi 4. stærsti rauðvínssalinn í ÁTVR af 44 aðilum. Og núna liggur fyrir þinginu frumvarp netverslun með vín og við fögnum því að það komist í gegn því að það eru ýmis tækifæri sem felast í því að vera með netverslun með áfengi, auk þess sem að það er jafnræði á milli erlendrar og innlendrar verslunar. Nú það eru ýmis umhverfis- og samfélagsverkefni sem að félagið sinnir. Félagið samdi við Klappir, Grænar lausnir
á síðasta rekstrarári. Þar er markmiðið að ná mælanlegum árangri í umhverfismálum og málum tengdum sjálfbærni. Bónus var fyrsta verslunarkeðjan til þess að kolefnisjafna sinn rekstur og Ólís er í mjög góðu samstarfi við Landgræðsluna. Á þessu rekstrarári þá munu öll fyrirtæki innan Haga kolefnisjafna rekstursins og núna munum við í fyrsta sinn birta samfélagsuppgjör samstæðu Haga sem er samkvæmt ÖFS-leiðbeiningu Nasdaq samhliða ársskýrslunni, þannig að við munum birta þá skýrslu eða samfélagsuppgjörið fyrir aðalfundin okkar. Nú Bónus hefur verið leiðandi í umhverfismálum innan verslunar og er að mæla á hverju ári árangurinn og eins og ég sagði áðan þá kemur ekki óvart að Bónus hafi núna í apríl fengið umhverfisverðlaun fyrir sína vinnu. Nú við erum síðan stolt af því að innan samstæðunar að þá eru fyrirtækin mjög virk í samfélagsverkefnum af ýmsum toga og við erum að snerta mjög marga fleti á mjög breiðum grunni og erum mjög ánægð með það samstarf sem við eigum við hina ýmsu aðila í samfélaginu. Ég ætlaði rétt að tæpa á þróunarverkefnunum og bara að árétta það að við skiluðum í júní á síðasta ári fullmótuðum tillögum til samninganefndar Reykjavíkurborgar. Tillögurnar sem við settum fram, þær eru í fullu samræmi við stefnu borgarinnar fækkun bensínstöðva, þéttingu byggðar og kaupmanninn á horninu. Þessar tillögur þær innifela verslunarhúsnæði, íbúðarhúsnæði og orkusölu eða bensíndælur á meðan þær eru á þeim lóðum sem að félagið hefur sett í forgang og þau verkefni sem eru í forgangi eru Stekkjarbakki, Fjallkonuvegur, Ánanaust, Skúlagata, Egilsgata og auk þess Lundur í Kópavogi. Stekkjarbakki er auðvitað stærsta verkefnið og við eigum í samtali við borgina með verkefnin sem eru í Reykjavík og ég vænti þess að það komi niðurstaða fljótlega, vonandi fljótlega í það verkefni. Nú, varðandi COVID, að þá myndi ég segja að það var almennt góður árangur innan félagsins á meðan það ástand varði og var sem alvarlegast. Það var mjög mikil magnminnkun í bensín- og olíusölu, minni umferð og þetta hafði mikil áhrif á fataverslun. En það sem við teljum að hafi verið gæfa, það voru engin smit innan okkar verslana. Við lítum þannig á að starfsfólkið í verslununum í framlínu hafi verið hetjur, stóð sig frábærlega. Það var gott samstarf við yfirvöld og samtal þar sem við fengum leiðbeiningar hvernig við ættum að bera okkur að til þess að halda okkar starfsstöðum gangandi og að sama skapi komum við ábendingum hvað mætti betur fara þannig að við getum haldið þjónustu við okkar viðskiptavinnu og okkar starfsstöðum gangandi. Nú, við lögðum mikla áherslu á að tryggja vöruframboð bæði frá innlendum og erlendum birgjum og það gekk, það var aldrei vöruskortur og ekki fyrirsjáanlegu vöruskortur. Það var unnin mikil vinna innan verslananna og vöruhúsanna til þess að tryggja það að það væri ekki smitt. Það þurfti að hólfa upp einingar og skipta til dæmis vöktum í vöruhúsum til þess að geta sinnt verslununum. Á þessu tímabili var mikil söluaukning í dagvörunni en að sama skapi að þá var mikil kostnaðarauki þar sem þurfti að taka tillit til smitvarna. Það var aukin öryggisgæsla til þess að tryggja að við færum eftir þeim leiðbeiningum sem voru settar. Nú á þessum tíma þá er mikill samdráttur í Ólís vegna þess að umferðin var mun minni en venjulega og að sama skapi að þá var umtalsverður samdráttur í fataverslun á meðan að ástandið var sem verst. Nú varðandi ársfjórðunginn sem er núna byrjaður,
að þá hefur félagið ekki gefið út afkomuspá fyrir rekstrarárið sem nú er hafið. Það enn mikil óvissa áhrif COVID á rekstur félagsins og meðal annars bara vegna þess efnahagsástands sem í samfélaginu og ekki hægt að segja til hvenar eða á hve miklum hraða endurreisnin verður. Í heild eru fjárhagsáhrifin neikvæð á fyrsta ársfjórðungi og þó að við séum að horfa á þessa miklu óvissu og séum enn í maí, fjórðungunum sé ekki lokið, þá eru við að meta það að ársfjórðungurinn lendi þannig að EBITDA félagsins verði 800 til 1100 milljónir á fyrsta ársfjórðungi. Frávikin í rekstrarafkomu eru að langstæðstum hluta vegna ólís. Dagvöruhlutinn hefur verið á ágætu róli. Nú helstu áhrifaþættir sem við erum að horfa á og hafa neikvæð áhrif eru COVID-19 og þar umferðin meðal annars og aukinn kostnaður. Verðfall á olíumörkuðum að hafa umtalsverð áhrif á ólís. Gengisfall krónunnar að hafa áhrif á framlegð félagsins. Nú við erum með kostnaðarverðshækkanir bæði frá innlendum og erlendum birgjum á þessu tímabili og vorum að horfa á þegar að faraldurinn var að vaxa sem hraðast umtalsverðar hækkanir á til dæmis grænmeti sem flutt inn. Síðan erum við með einskiptiskostnað vegna breytingar á framkvæmdastjórn. Þannig að við erum með okkar mat að mestu COVID-áhrifin að þau séu á þessum fyrsta ársfjórðungi. Frá og með maímánuði að þá séu þau komin fram að stórum hluta. Við sjáum það að eftir að fólk fór meira á ferðina og samkomubanni var aflétt að þá verslun að glæðast og ég held að dagvöruhluti og verslunarhluti félagsins að hann sé á ágætu róli ef að ekki verður annað áfall og við verði bakslag í baráttunni við COVID. Þá held ég að verslunarhlutin sé komin á ágætt ról. Hins vegar óvissan olíshlutann og hversu stór eða hversu hratt batinn verður þar. En síðan líka alveg ljóst að framlegð félagsins og hún lægri nú en á fyrra ári og sögulega lág vegna allra þeirra þátta sem ég hef greint hér að framan. Þannig að við erum að horfa á nokkur áhrif á þennan fyrsta ársfjórðung en það auðvitað óvissa með hvað síðan tekur við. Nú ég með spurningar sem varða uppgjörið. Og það verið að tala þróun á eldsneytismagni á Q1 og það í rauninni bara, við erum að horfa á mars og apríl mjög mikið niður. Þetta að glæðast þessa dagana en magntölur hefur ekki gefið út og erum ennþá inn á þessum fjórðungi þannig að við munum það sem við höfum sagt fyrsta ársfjórðungi í rauninni það sem kemur fram í kynningunni. Rekstur olís undir væntingum á Q4, það má segja að það hefur framlegðin hefur verið bæði í dagvöruhlutanum og olís, hún hefur verið undir væntingum og það alveg ljóst að með viðbótarframlegð að það hefði haft mjög jákvæð áhrif á afkomu félagsins í heild. Söluþróun í dagvöruhlutanum á Q4, ég minntist á bónus á fyrstu 3 mánuðum þessa árs því að við höfum sjálfur sér ekki verið að sundurgreina það en mér fannst rétt að segja frá því miðað við bara hvernig talað út á markaðnum. Það alveg ljóst að bónus ekki að gefa eftir í dagvöruhlutanum. Síðan kemur spurning varðandi COVID-áhrifin séu að mestu komin fram á Q1
Mitt mat eins og ég sagði, verslunarhlutinn, hann að komast á gott ról. Varðandi olíuhlutann, það sem kemur fram hjá okkur að mestu áhrifin eru í ólís, og það annars vegar auðvitað magn í sölu, en síðan verður að hafa það í huga að lækkun á heimsmarkaðsverði og olíu að hafa umtalsverð áhrif, og ég ætla ekki að segja meiri heldur en COVID, en það að hafa umtalsverð áhrif á framleiðslu olíus, þetta verðfall á heimsmarkaði. Framlegð, hvernig hún að þróast á Q1, og ég held að það hafi komið fram hjá mér hérna bara rétt áðan, og hún sögulega lág. Hér spurt starfssamninga og ársreikning, og ég vísa bara í þá skýringu sem í ársreikningnum. Þar kemur þetta fram. Ég held að almennt miðað við þær spurningar sem hafa komið hérna, þetta auðvitað mikil óvissa með hvernig við horfum fram á veginn. Dagvöruhluti félagsins, hann á mjög góðu róli, salan góð, framleiðin hefur verið undir væntingum, ólís var á erfiðum stað í mars og apríl. Ég held að við séum að sjá fram á aukna umferð núna í maí, hins vegar hvort hún nær fyrra ári án þess að hér séu ferðamenn, það á eftir að koma í ljós. En almennt þá held ég að stæðstur hlutinn af, ef ég vil segja COVID-áhrifum, að hann kominn fram. Mesta höggið, ég ætla að orða það þannig. Þannig að ég held að félagið sé sterkt til framtíðar. Að þessu sögðu að þá eru ekki fleiri spurningar hérna sem ég með, þannig að ég vil bara þakka kærlega fyrir þeim sem fylgdust með.